Grindavík í sviðsljósinu svo munar þessar mundir og verður líklega næstu daga og kannski vikur eða mánuði. Í þessu þriðja stærsta bæjarfélagi á Suðurnesjum og næsta nágrenni þess má finna margar gönguleiðir og merka staði sem vert að heimsækja, ekki bara á gosstöðvar. Hér beinum við sjónum okkar að svokölluðu Hópsnesi sem myndaðist í gosi fyrir 2800 árum úr gígaröð sem kennd við fellið Sundhnúk og skammt norðan við byggðina í Grindavík. Það teygir sig 2 kílómetra í sjó fram og 1 kílómetri á breidd og skilur að Járngerðarstaðavík að vestanverðu og Hraunsvík að austanverðu. Hópsnesi nefnist þó Þórkollustaðanes að austanverðu. Hafnarskilyrði í Grindavík eru góð vegna þessa hraunreynslis og lóns eða hópsins sem var til við nesið þegar sjór tók að brjóta hraunið og flytja til laust efni. Ef nesins nyti ekki við erfitt að sjá fyrir sér byggð í Grindavík. Það því svo að eitt 4 byggðarlaga á Reykjanesskaga á tilvist sína að þakka gossprungu í eldstöðvakerfi sem enn virt eins og komið hefur svo bersýnilega í ljós að undanförnu. Fyrrilhluti 20. aldar var blómatími byggðar og útgerðar á nesinu. Þá gerðu margir árabátar og síðar vélbátar út frá Þórkollustaðanesi. Víða má sjá minjar byggðina sem nú horfin, svo sem innsiglingarvörður, fiskbyrgi, íshús, fiskhús, lifrarbræðslu og salthús. Útgerð fluttist á þann stað sem nú Grindavíkurhöfn árið 1939. Þá gróf hópur atorkusamra Grindvíkinga í sundur rifið sem hindraði bátagengd inn í hópið. Hópsnesviti var byggður árið 1928. Í dag nesið vinsælt til útivistar og liggur það göngu- og hjólaleið sem skemmtilegt að fara á góðum degi og fá söguna sem æpir á mann hvert sem litið þegar farið nesið.